Það verður mikið að vera í Hofi á Akureyri helgina, en helgina verður haldið upp á 100 ára sögu verkalýðs við Eyjafjörð. Björn Snæbjörnsson, þú ert formaður Einingar iðju sem stærsta stéttarfélagið við Eyjafjörð. Þið réðust í það að láta skrifa bók sögu verkalýðs. Já, það var ákveðið á aðalfundi félagsins árið 2013 að skrifa söguna og þetta búið að taka 4 ár og nú erum við að halda upp á það að verkið kemur út á laugardaginn. Jón Hjaltason, sagnfræðingur, þú skrifaðir bókina, ertu búinn að liggja í þessu þá í 4 ár? 4 ár, búinn að liggja í þessu í 4 ár. En sagan hún orðin ansi löng, það þurfti nú fyrst að ákveða hvenær hún byrjaði. Það var ágreiningur það hvort það hefði verið stofnað hér verkalýðsfélag örlítið fyrr eða örlítið seinna, þannig að það þurfti að skera á þann hnút. Það séu ekki allir sammála það niðurstöðuna, en það bara eins og vera ber. En þetta eru sem sagt orðin 100 ár og 4 ár í mínu lífi. Björn, þú ert væntanlega búinn að lesa yfir bókina, minnst að hún kemur út formlega helgina, en bara sagan yfir þessa öld, það er ýmislegt gengið á. Já, það er mikið gengið á og kannski við lestum þessara sögu þá eiginlega undrar maður sig á því hvernig fólki sem var að berjast hér árum áður fyrir áratugum síðan, hvernig það í ósköpunum raunverulega lifði af þá baráttu og það harðræði sem var og öll þau réttindaleysi sem að þetta fólk bjó við og náttúrulega þessi kraftur og þetta ótrúlegi kraftur í þessu fólki sem barðist áfram og kom því til leiðar sem við búum við í dag sem okkur finnst nú stundum vera bara alveg sjálfsagt mál en að lesa sögu, sjá þennan kraft, vilja og þor þessa fólks alveg aðdáunarvert. Þegar þú ert að fara í gegnum þetta allt saman, það hafa orðið miklar breytingar eins og Björn segir. Já, gríðarlega breytingar. Hugsaðu ykkur bara í upphafi í einhverju upphafi, skulum ekki fara að deila ár, semst 1900, þegar menn unnu, bara eins og húsbóndi sagði, 12 tíma, 16, 18 í sólarhring og fengu jafnaðarkaup eða fengu jafnvel borgaða bara 8 tíma eða bara eins og hentaði hverju sinni húsbóndanum. Þetta upphafið að menn unnu eins og þeim var sagt að vinna og þeir fengu borgað eins og húsbóndinn ákvað. Það var ekkert sem elfdi verkamannin í að heimta laun á sínum forsendum fyrr en félögin voru stofnuð. Þannig að bara þetta þvílík breyting og eins og Björn segir að það sem við tökum fyrir sjálfsagðan hlut í dag það bara engan veginn og hefur bara aldrei verið. Hvað með, til dæmis, ef við bara höldum áfram þessum vangaveltum, kjör og réttindi kvenna til dæmis, einhvern tímann voru konur með á sömu kjörum og unglingar jafnvel? Já, það var náttúrulega fyrir þó nokkuð löngu en konurnar stofnuðu sín stéttarfélög og börðust fyrir því að reyna að jafna þessi laun og þá sem sagt þeir náðu árangri með samstöðunni með því að stofna stéttarfélög og það líka að það náttúrulega eru 55 ár á laugardaginn sem frá því að verkakonur og verkakarlar sameinuðust í eitt félag hér á Akureyri sem var verkalýðsfélag Eining. Þannig að það 55 ár síðan að menn fóru að vinna saman, konur og karlar í sama stéttarfélaginu og það raunverulega fyrr heldur en í mörgum öðrum sveitarfélögum eða bæjum annars staðar. Þannig að menn tókum snemma höndum saman og ég tel að það hafi skilað betri árangri að menn skildu vinna saman heldur en að hvert karlar sér og konur sér. Það nú sjálfsagt ýmsar upp á komurnar sem að þú greinir frá í bókinni, verkföll jafnvel sem að stóðu lengi. Eitthvað eitt sem að stendur upp úr hjá þér, Jón, eftir allt þetta? Já, tindarnir eru nokkrir alveg ábyggilega en í sambandi við konurnar þá þetta mjög athyglisvert að á 4. áratugi seinustu aldar þá var
eftir 1934 eða þar um bil, að þá kemur svona mikil hreyfing fyrir því að sameina þau verkalýðsfélög sem þá voru. Það voru 2 í bænum og svo náttúrulega hér eitthvað í kring. Og karlarnir ráku fyrir þessu á harðan áróður að það ætti að sameina, sem við náttúrulega stóð á móti, þannig að þetta lendi svona steypu. Konurnar, þær höfðu haft orð á því að það ætti að sameina, það væri vitlaust að hafa kvennafélag og karlafélag. Og karlarnir sagði já, en þegar á reyndi að þá sagði þeir, jæja, við skulum hugsa málið ögn betur, þannig að það dróst alltaf af einhverjum ástæðum að konurnar sameinuðust, körlunum. Það var einhver fyrirstaða, ég velti stundum fyrir mér, hvort það geti verið eitthvað alveg út í bláinn, það sem við höfum heyrt í sambandi við til dæmis kennarastéttin að þegar konur fóru að koma þar inn, að þá að sögn lækkuðu launin, sagt. Á 4. áratugnum þá hef ég fundið dæmi um það að konurnar eru einmitt að pæla í launum og það eru svo hógværar, það vilja ekki fara fram á jafn há laun og karlarnir. Þetta vissu karlarnir, að þær slógu úr og í svolítið og voru ekki jafn ákveðnar og ég velti fyrir mig getur verið að það hafi svona blundað með þeim einhvern veginn að ef þeir hleyptu konunum inn fyrir alvöru þá myndi það svona aðeins draga úr þessu baráttu þreki, þessari baráttu fyrir hærri launum því að konurnar þær voru tvístígandi og þeim þótti ekki öllum rétt að þær væru á sömu launum og karlarnir, ekki öllum, en mörgum þótti það, þannig að ég svona velti þessu fyrir mér, en tindarnir þeir eru ansi margir, þetta er 4. áratugurinn er alveg stórkostlegur í þessari verkalýðssögu hér á Akureyri, þvílík átök, þvílík klæti að maður bara trúir því alla fyrir maður tekur á því, les og kynni sér málið. Stríðsárin þau seinni, þau eru svo til fyndin, þá dettur þetta svolítið niður og menn fara bara að pæli því að uppskera gull, því að gulli kom með Breton. Og svo eftir stríðsárin þá vinnast mjög margir sigrar, en mér finnst það svolítið athyglisvert og ég vona að það komi fram í bókinni, að ég hef ekki borið saman félögin en mér finnst það svolítið athyglisvert að framan af þessu tímabili að þá er svona ákveðin hemill í kerfinu sem virkar gegn því að menn geti farið í framboð og farið í stjórn hjá verkalýðsfélögunum. Þetta verða svona eins og svona erfðaprinsar sem kom alltaf og það þarf stóran lista margra manna til að bjóða sig fram á móti sitjandi stjórn. En maðurinn hér við hliðina á mér, hann sagði þetta er bara, ég hefði líklega átt að segja það bara berum orðum, þetta gengur bara ekki svona. Og kerfin var bara gjörbreytt hér fyrir norðan og ég held að það sé óvíða þannig hjá verkalýðsfélögunum, nú hef ég ekki athugað þetta, en mig grunar að það sé ekki þannig hjá mörgu verkalýðsfélaginu eins og hjá Einingu Iðju, að þar getur hver óbreyttur félagsmaður komið bara einn og sér og boðið sér fram gegn formanni og hann þarf meðmælendur, 80 eða það bil, ekkert meira en það. Þannig að það er búið að taka heimilinn. Nú geta bara allir komið og bara boðið sér fram og þetta með öðru ýtir undir lýðræði og ýtir undir þátttöku og þátttöku vilja því þá fær fólk vel tilfinninguna að það hefur áhrif, það getur verið með. Það er ekki verið að bytta manni út. Laugardagurinn í Hofi, þetta er sem sagt bara afmælishátíð og mikið að vera og allir velkomnir. Já, og forseti Íslands ætlar að heiðra okkur með því að vera á samkominu með okkur og þarna verður margt að vera. Þannig að ég hvet bara menn til þess að mæta. Og hún er á laugardeginum klukkan 1 og gerir ráð fyrir því að þetta endi með kaffi og kleinum á klukkan 3. Bara svona rétt í lokin áður ég hleyp ykkur út aftur í veturinn, ég staða félagsins núna, þíns félagseiningar Iðju, þetta er stórt og mikið félag. Já, það eru 800.000 félagsmenn. Félagið nær núna yfir allan Eyjafjörð, sem sagt Siglufjörður til Grenivíkur og er stærsta stéttarfélag utan höfuðborgarsvæðisins og já, við allavega höfum gert nýlega könnun svona hvernig fólk segir félagið og þar eru 97% sem eru ekki ósáttir með félagið og það er það besta sem hefur komið fram í könnunum sem ég hef séð og þannig að ég tel að við séum að sinna okkar hlutverki og fólki líka það sem við erum að gera.
Ég segi bara til hamingju með bókina og það sem sagt hof á laugardeginum. Bókin kemur út, forseti Íslands, kaffi og kleinur og bara gleðilega hátíð. Takk fyrir það. Takk fyrir, sömuleiðis.